mætum við til Egilsstaða og fylgjumst með þriðju umferð Íslandsmótsins. Það voru 13 keppendur skráðir til leiks og hér er fyrstur í fyrstu þraut Reynir Sigurðsson á kjúklingnum. Nú þrautirnar voru lagðar af Stefáni Sigurðssyni sem keppt hefur 2 síðastliðin ár í torfærunni og voru allt öðruvísi heldur en við eigum að venjast. Fyrsta þrautin var til dæmis þreföld. Það var farið upp 3 mismunandi brekkur í þessari einu þraut og hér er Reynir að ljúka við þrautina en drepur á hér í endamarkinu og fær 255 stig. Það var Kjartan Kristinsson á Miss Piggy. Kjartan kemur frá Akureyri og hann veltir hér, hann missir loft úr hægra framhjóli þegar hann lendir hér og er heldur seinna að gefa inn og ná bílnum út úr þessu áður en hann veltur. Rækir sér í 100 stig af 300 mögulegum. Það er Benedikt Eiríksson á skelinni. Hér í gegnum hér hlið sem hefur 2 dekk á hægri hönd og reglur eru þær að keppinir geta fengið 300 stig úr einni þraut. Þeir fá hins vegar refsingar ef að þeir stoppa, ef þeir bakka eða ef þeir snerta merkingar á brautinni. Benedikt lýkur þessu með miklum sóma, 300 stig og tekur forystuna hér í fyrstu þraut. Gunnar Egilsson á ljóninu. Og hann snertir hér 2 dekk með öðru hjólinu. Hann á að missa 30 stig þarna, fær 130 stig alls, komst ekki nema 1,5 brekku. Það var Gísli G. Jónsson. Er í forystunni til Íslandsmeistara fyrir þessa keppni ásamt Einari Gunnlaugssyni og stoppar hér, fær ekki nema 150 stig á 300 mögulegum og þetta á nú kannski eftir að reynast Gísla G. dýrkeypt í þessari keppni. Einhverju hluta vegna þá hefur hann ekki nægan hraða. Það var Þóri Sjött á jaxlinum. Sjáu þið nú þessi tildrif. Glæsilega gert. Þessi bifreið er með 700 hestafla vél. Hann snertir nú hér dekk. Ekki að missa þetta 15 stig. Og síðan drepur hann á hér og stoppar og þar fara önnur 15. Það er hins vegar erfitt að sjá nákvæmlega hvað gerist vegna ryks. Og ég hef grunað að dómarinn hafi ekki séð þegar hann snertir dekki þarna í fyrstu. Hann fær 285 stig. Glæsilega gert hjá Þóri Sjött. Bíllinn vegur 1600 kíló en lítur út fyrir að vega miklu léttari. Það var Haraldur Pétursson. Hann fer hér út fyrir þessi 2 dekk með hjólið. Tekur þau undir miðjan bíl og ætti þar að leiðandi að missa 60 stig. Klárar hér þrautina að stoppa. Já, hann misti 60 stig, fær 240 stig samtals. Sigurður Axelsson í greis og hann snertir dekkin. Þannig að þetta eru 30 stig mínus. Sigurði og síðan er hliðarhalli og þarna eru 2 dekk sem hann virtist sem sleppa við. En svo hér í endamarkinu þá bilar bifreiðin hjá honum og hann var ekki meira með. Einar Gunnlaugsson á bleika fardusnum tekur hér þessi 2 dekk. Það eru 30 stig í mínus. Snertir síðan hér 1. En sleppur hér í hliðarhallanum. Það eru menn í fyrstu þraut. Og hér sjáum við mistök, hann fær 285 stig og þetta er rétt stigatala samkvæmt úrskurði frá keppnisstjórn. En hann hefði hins vegar átt að missa öllu fleiri stig. En eins og ég sagði áðan þá er stundum ekki vel gott að sjá hvað gerist í ryggmekkinum. Gunnar Guðmundsson múrari á stysta bílnum fær 270 stig hér í fyrstu þraut. Þar á Sigþór Halldórsson á bylgjunni, honum hefur ekki gengið vel það sem af er þessu ári. Í síðustu keppni bilaði bifreiðin
og hér fer hann yfir dekk. Bílabifreiðin í æfingaakstri klukkutíma fyrir komið torfærunni á Hellum. Og nú er að sjá hvernig gengur hjá Sigþóri hér á Egilsstöðum, þar sem hann býr, sem Þóri Sjött gerir reyndar einnig. Kemur vel út í hliðarhallanum og nú er það bara Já, ákveðin 285 stig, snerti aðeins 1 dekk, tapaði við það 15 stigum. Þá er það þraut nr. 2. Það er Gísli G. Jónsson sem við fylgjum hér fyrstum. Þetta var næstum hér löng þraut og sáum áðan. Fyrst hliðarhalli, síðan þessi brekka og svo hér niður og síðan þarf að taka vinstri beygju alveg í U og krafla sig upp. Hann ákveður að bakka hér þess að leggja bílinn betur fyrir og ná smá hraða. Hann missir við það stig en fer alla leið. Það er 270 stig, minnst 30 stig í þessari braut. Og hann var sá fyrsti sem fór upp þessa brekku. Og að sjá hvað Þóri Sjött gerir. 700 hestöfl og beygjur á öllum. Afturhjólunum stýrir hann með svipuðum takka eins og tölvuleikjum er stýrt með. Og þegar hann sleppir þeirri stöng þá fara hjólinn í beina stefnu og sjáum hvernig hann nýtir sér aftur veiðnar. Góða stjórn á þessari bifreið Þóri Sjött og fer síðan hér yfir hólinn með glæsilegum tilþrifum, 285 stig af 300 mögulegum. Þessi bíll er greinilega í mjög góðu jafnvægi hvað snertir fjöðrun. Greinilega tekist vel til með það að velja undir hann réttu gormana og réttu demparana með að við hringir árunar. Bara Einar Gunnlaugsson. Fekk 285 í fyrstu þraut. Hann virðist ætla að bakka eins og Gísli. Það er þá farið 30. Svo er bara að fara upp hennar. Nei, hann hikar hér. Já, og er nánast næstum því farin aftur fyrir sig 185 stig og þar með eru hans möguleikar á fyrsta sæti mun minni heldur en áður, eitt eins og Gísla. Sigþór Halldórsson. Léttur og lipur bíll og í góðu jafnvægi. Nú að sjá hvort Sigþór ákveður að bakka eins og flestir aðrir í þessari þraut. Það má bakka bíllengd og miðastæðið stuðara. Sigþór fer hér alla leið og 270 stig. Það er eftir 30 stigum á því að bakka eins og Gísli G. Þóri Sjött fekk 285 fyrir þessa þraut. Það var að Reynir Sigurðsson á kjúklingnum. Gott hjá Reyni. Hann fer hér aðeins utar heldur en Einar, Gísli og Sigþór. Er greinilega að hugsa að bakka, heldur þarna í gírstöngina og missir síðan bílinn úr gír hér. Fær aðeins 145 stig og möguleikar hans á verðlaunasæti nánast orðnir að engu. Þriðja þraut og þar er Gísli G en fyrstur hjá okkur. Tekur hér eitt dekk og alla leið. 270 stig, 690 alls. Þá er það Þóri Sjött. Hann er enn refsilaus. Fer hér þó yfir dekk og
fer ekki lengra, aðeins 230 stig og 800 alls. Þannig að það munar aðeins 110 stigum núna á Gísla G og Þóri Sjöpp. Það var Haraldur Pétursson. 240 í fyrstu þraut, 150 í annari og 250 hér, gera 640. Og Einar Gunnlaugsson. Hann sleppur við þetta dekk sem allir hinnir tóku og fer þar að auki allir upp og fær 300 stig, komið 770. Sigþór. Sigþór var í forystunni fyrir þessa þraut með 555 stig. Og er hér komið með 835 stig þrátt fyrir að taka þetta dekk. Og er í forystunni þegar að 3 þrautum er lokið í Eimskipsstórfærunni á Egilsstöðum á laugardaginn var. Það var að Kjartan Kristinsson. Þessi bifreið gengur ekki sem skildi 210 stig og hér höfum við stöðuna eftir 3 þrautir af 6. Sigþór er efstur með 835, 35 þar á eftir. Þóttunum þar í Eimskipsstórfærunni. Þóri Sjöpp er hér fyrstur í 4. þraut. Viðarhalli til að byrja með og geysilega laus mold hér á lengra. Og Þóri er ekki 115 stig og þetta kann að reynast dýrkeypt. Það voru Einar Gunnlaugsson. Vel upp fyrir hér þessi 2 dekk. En hikar augnablik og fer ekkert lengra heldur en Þórir, 130 stig, komið 900 alls. Sigþór. Heimamaður. Þetta er alltaf spurning hvort menn snerta dekkin eða hvort að það er jarðvegurinn sem hrynur af þeim, sem fellir þau. 150 stig, þeir langlengst þeim sem hingað til hafa farið. Eyjólfur Skúlason, einhver hér uppinu sem keppnisstjórinn Stefán Sigurðsson hefur ekið undanfærin 2 ár. Sjáðu hvað hann gerir, hann krækir hér, fer í miklu harðari jarðveg og hvert fer hann alla leið bara, er það ekki? Nei, vantaði örlítið upp á 160 stig. Miklu meira grip hér heldur en í lausu moldinni. Vel gert hjá Eyjólfi. Það var að sjá hvort að Gísli G velur sömu leið. Veldur við dekkin þarna og þetta dekk. En kominn hér langt út fyrir, en er þó alls ekki hættur, eins og sjá má, en hefur ekki erindi sem er við 140 stig. Hann hafi þó örlítið fleiri stig heldur en helstu keppinautarnir og það var ekki laust við að við ættum vona á honum þarna upp barðið. Það er bara að safna hugrekki aftur og kíkja og skoða hvert Gísli er að fara. Fimmta og næst síðasta þraut. Einar Gunnlaugsson fer þar fyrstur. Það er hér yfir pollinn og nú er bara að passa að bifreiðin missi ekki af. Oft lenda menn í því að bleyta loftrensara sem að gera það að verkum að vélinn á erfiðara með að draga loftin. Það hefur þar afleiðingar að vélinn fær of mikið bensín og er þess vegna sem að bílarnir kæfa oft á sér í vatni, ekki kannski endilega vegna þess að þeir bleyta. Hann fær 180 stig, missir 120 stig fyrir að keyra yfir þessi dekk, en dómarunum yfirsást hins vegar að hann fór yfir annan dekk hér fyrr. Við sáum á myndunum, þannig að 165 stig hefðu verið nægilega mörg stig fyrir Einar. Hér fer Sigþór upp fyrir þessi 2 dekk en fær hins vegar líka 120 stig í mínus. Þetta er álitamál hvort að hann fær þessi 2 dekk þarna undir miðjan bíl eða hvort hann fer yfir með hjólið sem er hér nær okkur.
samkvæmt reglunum á Beljegan hefði átt að fá 60 stig í mínus þarna en ekki 120. Það er Reynir Sigurðsson. Vel gert hjá Reyni, 140 stig. Reynir endaði í 7. sæti í einskistorfærunni, þá er það Gunnar Egilsson á Ljóninu. Þetta er fyrrum heimasæta, margfræg. Hann fer hér glæsilega í byrjun en brýtur hér framhjól undan og endar í þessari þraut með 210 stig, nei fyrirgefið með 225 stig og 1045 alls og lenti í 5. sæti. Það var Gísli G. Jónsson. Dagur fjórmenningana í fullum gangi og þetta er glæsilega gert við Gísla. 270 stig og komið 1100 stig þegar að tímaþrautin ein er eftir. Þóri Sjöfn. Sjáðu hvernig hann notar aftur beygurnar. Stoppaði augnablik þarna á að fá refsingu fyrir það. Fellir síðan þessi 2 og fer þarna lítið yfir dekk, 235 og 1150 stig. Það munar aðeins 50 stigum á honum og Gísla G. Sigþór hins var í forystunni en hér er Gunnar Guðmundsson. Í tímabrautinni var aðstæðan þannig háttað að menn gátu farið styttri leið með því að fara hér beint upp og græða tíma en vera hins vegar í ákveðinni hættu sem þetta var mjög erfitt barð eða fara til hægri og fara örlítið lengri leið. Eins og við sáum það valdi Gunnar að fara beint upp. Hann hins vegar fór út úr brautinni og lauk ekki nema 80% af heildarlengd brautarinnar og fékk þar að ekki 60 stig í mínus fyrir að fara yfir dekk og lauk þar að leiðandi tímaþrautinni með 39 stigum í 8. sæti með 899 stig í heildinni. Það var Sigþór Halldórsson, forystusauðurinn, en hann veltir hér, skilur eftir hluta yfirbyggingarinnar en er enn í gangi og heldur áfram. Hann reyndi að fara hann upp barðið, fer síðan hér lengri leiðina. Og tækið nú eftir hvernig hann skilur hluta yfirbyggingarinnar eftir mjög snyrtilega. Og þá var það pollurinn. Þetta er tímaþraut. Tími skiptir verulega miklu máli hér. Og ekki ástæðulausu sem Sigþór öskrar hér af reiði. Þetta hafa drepið á. Trúlega drekkt bílnum í bensíni þar sem að loftrinsarinn blotnar og hálf stíflast. 203 stig og 1368 stig fékk hann. Eyjólfur Skúlason veltir hér skutlunni, fær aðeins 5 stig fyrir þessa þraut, 735 alls og endar í 11. sæti. Það er að Gísli G. Það fær hann mörg stig út úr þessari þraut. Hann drepur ekkert á og fær 262, 1362 stig fær hann alls, aðeins 6 stigum á eftir Sigþóri Halldórssoni. Þannig að ekki lendir Gísli G. Jónsson í 1. sæti af þessu sinni. Þóri Sjöfn. Síðasti maður í tímabrautinni og honum liggur á. Hann var í öðru sæti fyrir þessa þraut með 1150 stig, 15 stigum eftir Sigþóri Halldórssoni. Og hann getur unnið þessi stig upp með því að vera fljótur og fara refsilaust í gegnum brautina. Nefn hann verði því fljótari. Þá er það stóri pollurinn. Það er ekkert gefið eftir. Missir þó bílinn hér þessum eins og Gunnar gerði. Fer hér hálfur yfir dekk í endamarkinu, fær 255 stig og það dugar til sigurs í einskistorfærunni á Egilsstöðum. 1405 stig fær hann. Og það eru lokaúrslitin: Þóri Sjöfn með 1405 stig, Sigþór Halldórsson í öðru sæti 1368, þá Gísli G. Jónsson, Einar Gunnlaugsson og Gunnar Egilsson
og munurinn lítill á fyrstu 4 sætunum eins og við fylgst með hér í þessum þætti. Í Íslandsmótinu eru 6 umferðir, 4 bestu hjá hverjum telja og Gísli G. Einar Gunnlaugsson og Þórir Schött hafa allir möguleika á fullu húsi stiga, 80 stigum, það sem eftir keppni tímabilsins, en Sigþór Halldórsson á möguleika á 75 stigum. Þannig að það